Komi. Já, góðan daginn. Velkomin í þessa beinu útsendingu á KA TV. Leik KA og HK. Ég er nýbúið að kynna fyrirlið og þjálfara. Það er alltaf... Já, við getum sett hérna upp stöðutöflulegin sem hún er núna. Þar sjáum við að HK trúnir þar á toppinu með 28 stig. Enda fast á eftir þeim kemur Þróttur Nes, 27 stig. Álftanes með 18 stig, KA með 18 einnig. Afturhelding 12 og Vestri 5. Þannig að það er ljóst að það er svona ágætis barátta þarna fjórða, þriðja sæti. Og Afturhelding á ennþá möguleika á að tryggja sig inn í úrslitakeppnina. Þannig að það er allt opið. Já, saman við gestalið, nr. 3 Lúðvík Már, Andreas Hilmir nr. 9, Elvar Örn nr. 9, 12 er Jannis, Kristoffer Björn nr. 15, 17 Valens Torfi og Líbero Arnar Birkir nr. 20. Hér er heimalið, það er Gunnar Pálmi nr. 1, nr. 3 er Matteo, nr. 7 Arnar Þórisson, Alexander Arnar Þórisson, nr. 10 er Hermann og nr. 11 þar er Filip og nr. 20 það er Benedikt Rúnar og nr. 8 það er Birkir Líbero. Það vonum bara alltaf að vera klárt. Séum við átnir að fara yfir uppröðunni hjá HK allavega. Það var að KA megin. Það þurfa bæði liðin að sigra þennan leik ef HK ætlar að vera deildarmeistari og KA ætlar að komast í úrslitakeppnina. Þetta gekk ekki alveg upp. Stig upp KA. Filip í uppgjöf. Já, hann slær í blokkina. Alveg slær þarna í Lexa og út. Já, þessi er úti. Þá gefur Matteo í uppgjöf fyrir KA. Það er fín uppgjöf. Já, það sé á laus. Og enginn undir þarna.
Valens í uppgjöf, fín uppgjöf. Já, vel gert hjá Lexa þetta. Þeir ná þessum upp á gólfinu, ég er nokkuð vissum að það fari í gólfið bara. Valens öðru sinni í uppgjöf. Það er fín móttaka af Gunnar þarna. Já, þessi er inni. Flott afturlífsmanns þarna hjá Matteo. Það var Hermann í uppgjöf fyrir Káa. Þeir náðu þessum. Já, þeir slá í blokkina út. Það var það Kristófer. Gerir svo kláran í uppgjöf fyrir HK. Það er fín uppgjöf honum. Þarna er Lexi að lemja boltan. Fín uppgjöf hjá Lexa. Góð vörn hjá Lexa. Fær boltan aftur. Þetta er nú kannski mátti vera tíslag. Vel gert hjá Matteo Bennarsson komið sér yfir. Ára Gunni. Já. Vel gert hjá Gunnar þarna. Það er ekki alltaf að vera fast. Þó að fast sé flott. Þarna skoraði Gunni sitt fyrsta stig í leiknum. Og Lexi þarf að taka sér þriðju uppgjöf. Já, þessi kom ekki niður. Vel úti hjá Lexa. Hann veit ekki eins og sjálfur hvað hann var að gera. Það er Hilmir í uppgjöf. Já, Káa næra að redda sér þarna. Já, Janis. Vel gert hjá Janis þarna. Það er Hilmir öðru sinni í uppgjöf. Þetta er rosaleg blokk þarna, beint í sturtu, eins og þeir segja. Vel gert. Sýndist þetta að vera Elvar sem átti þessa blokk. Já, þessi er úti.
Heldur fast að því að Birki. Rétt lag hérna út. Þeir máttu vera róleri. Þeir áttu eina snertingu eftir. Það verða Jannis í uppgjöf fyrir HK. Kastar boltanum hátt. Góð móttaka við Gunnar þetta. Og Lexi, frábær sókn KA. Frábær móttaka Birki. Þetta lítur út fyrir að vera mjög einfalt. Þetta var mjög flott. Það var að Benni komin í uppgjöf. Þá fáum við Elvar í uppgjöf fyrir HK. Góð móttaka aftur á Birki þarna. Vel gert, Filip vel vakandi þarna og... Það er maður nétt. Nei, ég sá það ekki. Sigurbjörn átti eitthvað að ræða við Marlon þarna. Ég sá nú ekkert að þessu. Það var vel gert hjá Filip. Elvar ennþá öðru sinni í uppgjör. Vel gert þarna. Það er kannski alltaf að minna á það að það er önnur útsending í boði hjá KA10. Það er KA Fylkir í Lengjubikarnum í fótbolta. Það er Ágúst okkar að lýsa þar. Svo eru nú fleiri leikir í dag. Það er Stjarnan KA Þór. Hann er sýndur á Stöð 2 Sport klukkan 4. Þór KA Valur í boðunum klukkan 5. Við sýnum hann líka á KA10. Þetta var tvíslag. Svo er það stelpungur okkar í Blackinu. Við sýnum hann líka klukkan 5 hér á KA10. Þannig að það er nóg að gera á KA á þessum laugardegi. Þessi er langt úti. Það er Filip. Já, KA er búinn að skora 4 stig í röð. Þessi er úti. Þeir vilja fá touch sem að er ekki rétt að mínu mati. Og HK tekur leikhlé í stöðunni 13-10. KA búinn að skora 5 stig í röð. Það var svo sem alveg við þessu að búast. Hér sjáum við stig eftir mistök. KA hefur fengið 8 stig og HK 4. Það munar minna. Það er nú bara kannski akkúrat munurinn á þessu liðum akkúrat núna. Það eru mistökin. Þessi er úti.
Það kvennalið HK komið sterkt hérna inn í að hvetja sína menn. Það Úlli uppgjöf. Fínasta uppgjöf og Birkir ræður ekki við þetta. Já, þetta eru bara mjög góðar uppgjafir hjá Lúlla þarna. Tvær frábærar uppgjafir í röð. Já, þá var það langt út. Það er dregið til tíðinda í KA Fylkir í boðunum. Það er staðan 1-0 fyrir Fylki og KA búið að brenna vítaspyrnu. Það er Matteo, setur hann í netið. Þá er það Valens, uppgjöf fyrir HK. Jæja, þetta er Birkir með, vel gert, vel slegið að því að Matteo. Fín uppgjöf á Hermanni. Og HK þarf bara að skila honum yfir. Rólega. Þetta er glæsilegt. HK vill fá tvíslag þarna. Hann verður þó að fara að dæma tvíslag á annað ef að þetta var vel gert hjá HK. Maður er nú greinilega búinn að draga sér einhverju línu í þessu. Já, það var Gunni einn á mótornum í blokk og hann bara setur hann framhjá. Þetta er vel slegið og vel gert hjá HK. Kristófur mættur í uppgjöf fyrir HK. Með fína uppgjöf og þarna fær Benni boltar á miðjunni eins og hann vill fá hann. Hann skilar þessu bara beint í gólfið. Vel gert hjá Benna. Það var Alexi, vonandi bara tekur eins margar uppgjafur á hann. Ég held að það hafi verið 4 eða 5. Fínasta uppgjöf. Já. Vel svarað þarna hjá HK. Hilmir komið með 4 stig í þessum leik. Og hann fer þá bara í uppgjöf. Já, vel tekið á móti hérna hjá Gunnar og aftur fær Benni boltan og þessi er upp í þak. Vel slegið. Fýll bolti á Gunnar. Þessi svolítið nálægt.
Gunni setur þennan upp í netið hérna hjá okkur upp í loftinu. Ari Janis kom í uppgjöf fyrir HK. Frábær uppgjöf, enn betri móttaka af Gunnar þarna. Og Matteo tekur hann bara lausan í hávörðin og beint niður. Vel gert. Það var Benni í uppgjöf. Stuttur og vel gert. Nei, Hákon er að bjarga þessu. Þetta er vel gert hjá þeim. Frábært uppspil á Filip hana. Hann lætur ekki að bjóða sig þetta tvisvar, það er alveg ljóst. Henni var ekki alveg til í þetta. Það var Elvar í uppgjöf fyrir HK, stöðinu 20-18. Það var það mjög jöfn hrina. Fínasta uppgjöf. Vel slegið hjá Lexa. Matteo, Adnan loksins lemur hann boltan almennilega, en þeir ná að bjarga þessu. Þetta var nú algjör óþarfi. Lemur hann beint í netið og lekur að því. Þá er staðan 20-19. Elvar enn í uppgjöf. Já, glæsileg móttaka þarna með Birki. Yes, Hávörðin tekur þetta. Filip átti þetta. Þá er hann komið 2 stig í leiknum og fer í uppgjöf. Fín Hávörð þarna. Matteo ætlaði að sneiða þarna fram hjá Hávörðinni en tók víst aðeins svo stóra sneið. Já, Lúli uppgjöf, stöðunni 21-20 og Káa tekur leikhlé. Þetta er búið að vera bara jöfn hrina. Endreiður til 10. Úr boganum, þar sem Káa og Fylkir eigast við. Þar er staðan 1-1. Almar að skora fyrir Káa í Lengju bikarnum. Lúli uppgjöf. Uppgjöf í honum. Matteo setur hann í Hávörðina. Vel gert hjá honum.
Frábær hávörð hjá K.A. núna. Þeir eru að standa hávörðuna vel núna. Staðan 23-20. Það er HK. Það tekur leikhlé. Hvað segirðu? 1-1 í Já. hópnum. Það var allt klárt, Matteo, uppgjöf. Frábær uppgjöf í honum, en vel tekið á móti hann líka. En notar hann strenginn. Vel gert. Valinn sáttu þetta og hann fyrir það bara í uppgjöf. Þannig finnst það oft vera svona reglan þegar maður skorar og nánast þegar maður er í uppgjöf. Já. Hákonan er að redda sér þarna, kemur hún yfir. Matteo með eina bombu upp í loft. Það er bara 1 stig. Það leiði mér að spá því að Hermann taki núna 1 ás. Nei, hann fær það ekki. Hann þykist ekki taka eftir þessu, en það er skipting. Fúsi. Ætli Fúsi klárar það ekki bara leikið með 1 ás. Eða hrínuna með 1 ás. Frábær móttaka hana. Úps. Heldur langur. Þessi var úti. Já, þeir eru eitthvað að fíblast þarna. Ég held að Matteo vilja fá net. Það var að Kristoffer í uppgjöf fyrir HK, 24-20. Nú er bannað að gera mistök. HK vill fá skiptingu. Sjöfnbjörn Árni er ekki alveg að kveikja á því. Fengum svolítið langan tíma þarna. En þá er það ekki Kristoffer lengur sem ætlar í þessa uppgjöf. Það er Dren Morina, nummer 8. Mikil pressa á honum núna. Það má ekki gera mistök. Skila þessu vel yfir. Þetta verður æsir spennandi. Það er staðan 23-24 fyrir K.A. Dren Morina áfram í uppgjöf. Benni og Benni klára þessa hrinu. Vel gert hjá K.A.-mönnum. Góð barátta hjá báðum liðum. Æsir spennandi. Hér sjáum við stiga söfnun hjá leikmönnum. Matteo, hann er með 6 stig. Lexi 3, Benni 3, Filip 2, Gunnar Pál með 1 og Hermann með 1.
Og það gestalið, það Ilmir með 5, Janis 3, Valens 3, Lulli 2 og Elvar 1. Og skoðum við svona heildartölfræðina. Það bara þannig, K.A. skora 25 og 23, Smöss 11-10 fyrir K.A. HK fleiri Ása, eða 2, K.A. með 1, Laumur 2 á kortlið, K.A. með 2 blokkir á móti 1 og svo eru mistökin orðin, já, bara heldur jafnar heldur en voru áðan. Það K.A. fær 9 stig úr mistökum og HK 8 og úr uppgjöfum það 3 á móti 4. K.A. lengra stigarönn. Þau eru jafnt allan tíman? Já, það hefur verið bara mjög jafnt allan tíman sko. Mesta forystan, það eru 3 stig, það nú ekki mikið. Það var alltaf að vera til reiðu fyrir hinu 2. Það HK sem byrjar með boltan og Lulli klár og allt klárt. Fín móttaka fyrir Gunnar þarna. K.A. er að redda sér þarna, kemur boltanum yfir. Þetta tvíslag. Já. Sama K.A. hefur gert breytingu. Gísli Matur kominn inn á. Tók þarna uppgjöf. Það var Valens í uppgjöf fyrir HK. Gunni með gogginn. Þetta hefði nú dæmt tvíslag á HK en þeir skilaði sig yfir. Valens öðru sinni í uppgjöf. Góð móttaka. Já, vel gert hjá Gunna.
Hermann kominn í uppgjör fyrir Káa, stöðunni 2-2. Góð móttaka. Já. Þessi ætlaði nú aldrei að koma niður, sýndist mér. En góð tilraun. Já, fínn bolti á Hermanni. Já, góð móttaka hana. Vörn. Þessi er úti. Þetta heldur bara áfram, það er 3-3. Fín móttaka Birki og Lexi, lemur í hávörðuna, Elvar æðir sig upp. Og HK skilar sig yfir. Jájá, Gunni setur henni í hávörðinu út. Vel gert hjá Gunna hana. Þá er Lexi komin í uppgjöf. Net á Gunna. Gunni ekki ánægður með þetta. Gantast þarna í Sigurbjörn Árna. HK fær þetta stig eftir ágætis og rally. Hilmir í uppgjöf. Frábær uppgjöf. Birkir, góð móttaka. Þarna. Þá notar Gunni netið aðeins. Vel slegið hjá Gunna. Gunni skilar þessu vel yfir. Fínt miðspil þarna með HK. Já. Gísli stimplar sig vel inn þarna á kantinum. Vel gert hjá honum. Já, hann er ánægður með þetta. Og fín uppgjöf hjá Gunna þarna. Boltinn flaut virkilega vel. Já, góð vörn hjá Káa. Vel slegið á Lexa. Já, Káa sína mjög góðan leik hérna. HK sömuleiðis. Staðan 7-4. Og HK tekur leikhlé. Káa búið að skora 3 stig í röð. Það eru leikmenn kvenleiks Káa mæta hér í hús. Það er taka hér leik strax á eftir. Við ætlum að sýna líka beinni útsendingu.
Það var allt í reiðum á ný. Já, fínast uppgjöf. Jannis með þetta fína smass, skila stigi. Frábær uppgjöf þarna. Vel gert hjá Benna. Setta hann í horni. Skemmtilegt sjá Káa þarna. Hvað segirðu? Lönglauma. Steppi þarf að setja hérna inn nýtt, hvað ég var að segja, skor. Lönglauma. Góð uppgjöf á Benna. Hann fær þetta skráðan ás. Vel gert hjá honum. Það var Káa búið að jafna ásana en missir boltan þarna í netið. Kristófer mættur í uppgjöf fyrir AK. Það er fínasta uppgjöf. Vel gert hjá Gísla. Og Lúlli. Hann er svolítið góður í þessu. Hoppa þetta hátt og laumar. Og Kristófer öðru sinni. Bara eitt, það er uppgjafir hérna. Já, það sér úti. Filip í uppgjöf. Slei hafa alveg þarna í hávörðuna. Yfirstig á Gísla. Þá var það Lúlli. Óbein Gísli Marteinn þarna. Birkir búinn að vera bara með frábærar móttökur hérna hægri vinstri. Já, það er kannski óþarfa hrós svona það bara. Sleppi ég því. En þetta var einhvað síður frábær uppgjöf hjá Lúla. Og erum við bolti. Þá setur hann í netið. Þá er Gísli Marteinn kominn í uppgjöf. Kippey kominn inn á sem libero. Elvar nær þessum ekki yfir, aðeins svo langt frá netinu fyrir hann.
Þarna. Þetta var allt annað. Það er að skila þessum. Það er Bjarki. Vill komast inn á, taka hennu uppgjöf og svo. Skiptið við Valens. Í stöðunni 12-12. Já. Kemur hann þegar Gísla Martin. Það er veislubaktur skiltið var aðeins fyrir. Hann lagði ekki alveg að henda sér í það, hann reyndi að sparka og gekk ekki betur en svo að hann fór í loftið. Það var Bjarki aftur. Það með lausa bolta. Já. Ræsilega slegið þarna hefur Gunnar Pálma. Já, hann hefur komið 5 stig í leiknum. Og Hermann. Vel gert hjá HK. Hilmir fór létt með þetta. Einn á móti sér í Hávörð. Það er oft einfalt að setja það bara fram hjá. Það er Elvar. Já. Nei, Matteo er ekkert verið með. Það var nú eitthvað að stinga niður fæt hjá hann. Ég veit ekki hvort hann sé meiddur eða... Þetta gengur nú bara ágætlega án hans eins og er. Er slegið hjá Lexa þarna. Vel gert í Hávörði að Káa. Já, HK með Hávörðina þarna. Ágætis rally. Þá eru þeir skyndilega konir fram úr 16-13 og HTG Káa leikhlé. Bikarinn framundan. Ha? Ekki bikarinn núna framundan. Bikarkeppnin í... Jú, hvenær er það? Ég man það ekki nefnilega. Getur þú að hvíla Matteo fyrir það sko? Já. Þegar það er eitthvað tæpur? Það gæti verið að Filip sé að hvíla Matteo. Já, Káa á einmitt leik í bikar á miðvikudaginn. Já, Jannis bladraði herran út af. Staðan 14-16 fyrir HK. Nú þurfum við bara smá run frá Lexa í uppgjöfinni. Já, fín uppgjöf. HK nær að bjarga þessu og skila boltanum yfir. Já.
Gunni flottur þarna. Vel gert hjá honum. Þessi var á leiðin út, en Hannes ákvað að taka hann. Þetta svolítið jafnt bara á öllum vígstöðum. Það eru 3 ásar á móti 4. Þarna fór boltinn út. Þá skiptum við á varnar og sóknar líbero. Birkir kemur aftur inn. Hilmir í uppgjöf. Setti hann í netið. Staðan 17-17. Gunni mættur í uppgjöf. Vel gert að kippa hérna. Gísli Marteinn laumar honum í hávörðuna. Hákon að bjarga þessu. Óöppi kippei. Náum ekki alveg upp hérna. Þá er staðan 18-17. Maður fær að vita það leið og maður nefnir einhver mistök í útsendingunni. Þetta er víst varnar og móttöku líbero. Þeir eru ekki hugsaðir sem sóknarmenn. Þá er Benni mættur í uppgjöf. Glæsileg hávörð þarna, en nær HK að rífa boltan upp. Vel gert hjá þeim. Vel slegið á Lexa. Það er vel að mátt dæma tvíslá á þetta. Ég veit það ekki, kannski. Fín uppgjöf hjá Benna. Lúli þarf að spila með bakker. Bara skiptir engu máli. Þetta er vel slegið. Hilmir bara slæðir hann í hornið. Filip eitthvað að fara yfir þetta með Lexa. Hver á þennan bolta. En þetta bara heldur áfram. Æssi spennandi 19-19. Vel slegið hjá Gísla Marteinn. Vel gert. Filip mættur í uppgjöfuna. Í stöðunni 20-19 fyrir heimamenn. Glæsileg hávörð. Lexi þetta frábæra hávörð. Hægrimann stóð hana með honum. Vel gert hjá þeim. Bjarki bara tekinn hafði út af.
Já, þetta gekk ekki alveg upp. Náði ekki að stýra honum í gólfi, þessi fór svolítið yfir. HK tekur leikhlé. Já, þetta vel gert hjá HK. Alens skilaði boltanum vel yfir. Og Lúlli uppgjöf. Stöðunni 20-20. Enn er HK að rífa boltan upp úr gólfinu nánast. Lexi lifir þennan út. Þetta er bara svipað fyrir hinnan, staðan 22-21. Það er spennandi. Lúlli með sína aðra uppgjöf. Setur hann í netið. Þetta er svolítið hætta þegar maður ætlar að pressa uppgjöfuna. KR þetta með 2 stig fleiri úr mistökum andstæðinga. Fín móttaka hjá HK. Elvar skilar þessu vel. Þetta er hægt þegar maður fær góða móttöku á fær miðjan oft boltan. Alens komin í uppgjöf. Fínasta uppgjöf, en betri móttaka við Birki. Já, Gunni skilar þessu. Þá vantar aftur 1 stig hjá KA og þá fær Fúsi að koma inn á. Hann er fengið hér til að klára þessa hrinu eins og þá fyrri. Góð móttaka og góð. Góð uppgjöf líka. Já, Fúsi lungin í uppspilinu líka. Já, hann er allstaðar. Þetta var góð háur. En gott raun hjá KA líka. Staðan 24-23. Þá kemur Elvar út og Dren Morris kemur inn á í uppgjöf. Vel gert hjá Gunna. Glæsilegt slag. Gunni að gefa þetta til kynna að hann sé að skora 6 stig í leiknum. Ha?
Já, settur á vitlaus á mann. Hann fekk að njóta þess þarna Gísli Marteinn, en þetta var Gunni sem átti þetta. Ég held að sé þetta komið með 7 stig í leiknum. Já. Hann er þetta komið með 8 stig ef síðasta stigi fór á vitlaus á mann. Á Gunni, hann er með 8 stig í leiknum. Lexi 7, Matteo 6 sem kom ekkert við í þessari hrinu. Benni 5, Gísli Marteinn 2 þá, Filip 2 og Hermann með 1. Þetta er Gunni greinlega mjög góðan leik. Gunni sixpakka eins og við köllum hann. Hérna á Akureyri. Ára HK, Ára Hilmir, hann er stigastur á HK með 9 stig. Lulli 5 stig. Elvar 5, Janis 5, Valens 5 og Kristoffer 1. Þá skoðum við tölfræðina fyrir þessa hrinu. Ég held að það sé bara eins og áðan. Það eru 11 smöss á móti 10. KA fær eitthvað einum fleiri ás í þessari hrinu. Það eru 2 ásar hjá báðum liðum. Laumurnar. HK með einni fleiri laumu og einni fleiri blokk líka. KA fær hins vegar 10 stig eftir mistök og HK 7. Og þar að veru uppgjafir 5 mistök sem HK gerir uppgjöf. Mesta forysta er KA sem átti 4 stig. Þannig að hérna eru báðar hrinurnar saman, allir leikurinn í heild. Það er semst smöss 22, 20, ásar, KA með 3, HK 4, laumur, KA með 3, HK 4, blokkir, það eru jafnar í leiknum 3-3. Mistök mótherja, þar græðir KA heldur meira með 19 stig og HK 15. Lengsta stigaruna er 5 hjá KA, 3 hjá HK. Mesta forysta 4 stig gegn 2. Það er óhætt að segja að þetta er hnífjafn leikur, nota KA leiðir 2-0. Það er bara mjög jafnt á alla bóa, fyrir utan kannski mistökin. Þannig að þetta eru dýr mistök. Já, það er búið að laga gagnagrunninn hjá okkur. Gunni er komin í 8 stig og Gísli 2. Þá er allt hér til reiðu. Allt að vera klárt fyrir þriðju hrinu. Filip byrjar hana í uppgjöf. Þá Kipei inn á sem líbero. Frábært blokk. Þeir halda áfram þá bara eins og frá var horfið. Lexi og Hermann með blokkina. Jæja, þeir áttu þessa blokk þarna, vildu fá hann í gólfið en dómar er ekki sammála því. Enga síður góð blokk. Þá er það Lulli fyrir HK. En setur Lulli hann í netið, ég held að þetta er þriðja skipti í leiknum. Gísli mættur í uppgjöfina. Já, einhver misskilningur á því að HK
skila boltanum yfir, Lexi, fínt smash. Já, það hlaut að koma að því, en þeir náðu svo næstu í HK hana. Vel slegið hjá Lexa. Það var að Gísli Marteinn áfram í uppgjöf, er það ekki? Já, hann er eitthvað ringlaður. Hanna. Hafi held bjarga hjá Lexa. KF var eins og að skila boltanum bara yfir. Vel slegið, vel slegið. HK fær þetta stig og Valens í uppgjöf. Elvar kom með 6 stig í þessum leik. Frábær uppgjöf. Birkir veit upp á sig sökina. Veit hann gæti gert betur. Fín uppgjöf aftur hjá Valens. Já. Hermann fær bara frítt. Þarna fær hann bara frí að miðju. Skila því bara í gólfið. Þá var Hermann kominn í uppgjöf. Heldur langur. Þessi var vel úti. Það var Elvar. Boltasækjandur ekki alveg vakandi. Það var Elvar í uppgjöf. Fín uppgjöf hjá Lexa. Janis sér við honum með frábæri móttöku en er sláð þennan út. Staðan 6-4 fyrir KA. Já, Lúli bjargar þessu netinu. Lexi hendir sér í gólfið. Góð blokk. Vel slegið. Janis, hann blaðrar þennan út. Hitti ekki boltan nógu vel. Staðan 4-3. Frábær blokk. Vel gert hjá Gunnar Pálma þarna. Óheppinn Lexi þarna, misti boltann. Hann er ekki ánægður með sjálfan sig núna. Bjarki í uppgjöf.
Vel gert hjá Birki þarna. Já. Gunni ætlaði að negla þetta í hávörðuna. Virkaði ekki betur en svo, sló hann bara út. Vel slegið á Lexa. Sekk boltan kannski heldur innanlega en hann reddaði þessu. Vel gert hjá honum. Vel gert á Gunni við uppgjöf. Janis í bringun á Lexa. Janis kastar boltanum hátt og út. Staðan 10-7. Benni kominn í uppgjöf. Góð móttaka. Þarna var KA tilbúnir. Jæja, setur hann í hendurnar á Filip og út. Valens átti þetta og með 6 stig í þessum leik. Kristófer mættur í uppgjöf. Í netið. Hann er ekki ánægður með þetta. Yfir. Filip er bara steinhissa á þessu. Það er spurning hvort að Lúli ætla að reyna að pressa uppgjöfina. Hann er búinn að klúðra held ég 3 svar. Já, hann ætlar að pressa þetta. Leifur hann heldur lausar. Vel gert hjá Gísla Martein. Birkir mættur þarna undir. Það er Lexi. Vel slegið hjá Lexa. Þessi hefði nú mátt leka yfir. HK búinn að nota netið svolítið mikið. KA hefði mátt gera það líka. Óbinn, Gísli Marteinn. Ára Valens fyrir HK. Já, fín uppgjöf. Góð móttaka Birki. Lexi. Vörðin er þessum en boltinn beint yfir. Frábær hóður til Elvari. Þessu svolítið langur. Janis þakkaði Pent fyrir sig og skilaði þessum bara beint yfir.
Fín uppgjöf. Það var Lexi. Þessi í hornið. Vel inni. Veit ekki hvað vildi fá þarna. Og Hermann mættur í uppgjöfina. Þessi heldur nálægt, en vel gert hjá Lúla. Þrettán. Og uppinn Elvar, setur hann í nettið. Og þessir út. Skiptast á að klúra uppgjöf. Fjórtán. Vel gert hjá Benna. Gunnar Pálmi í uppgjöf. Fín uppgjöf. Á gíslinarunum. Fín háar hjá Káa. Það nett, Janis. Lexi slæðir hann út, en það ekki skráð þessi mistök þarna, þar sem að Janis fór í netti. Vel gert hjá Filip. Hann var ekki búinn að lauma lengi. Vel gert hjá honum. 3 stig í leiknum. HK tekur leikhlé. Já, það bara, þetta jafnt á öllu stöðum. Laumur, það eru 4-4. Það er að segja aðal munurinn væri hins vegar mistök. HK finnst mér gera heldur fleiri mistök aðalega í uppgjöf kannski. En þetta sýnur kannski hvað er jafnt í blakkinu. Káa hvílir Matteo. Og eins og þetta stefni núna, þá náðu þeir að knýja fram úrslit gegn toppliðinu. Frábært miðjuspil. Filip ætlaði að lauma honum þarna í hornið. Þessu úti. Valli vill segja hans inni. Ég er nokkuð viss hann hafi verið úti. Marino lætur ekki segjast og haggast ekki. Já, þjálfari HK vill meina að hann er langt úti. Ég held að sé rétt hjá honum. Eins og þessi. Langt úti. Staðan 18-15. Benni fyrir Káa mættur í uppgjöfina.
Glæsileg háar hjá Filip. Það er eins blokkina, það er staðan 6-6. Já, þessi var úti, Valens staðan út. Þá er það Nökkvi Freyr sem ætlar að koma inn á fyrir Valens. Vel gert hjá Lúlla. Ertu með slökkt á þessu? Vel slegið á Hermanni. Hákon þarf að skila boltanum, það vilja allir taka mót honum. Vel gert hjá Káa. Þeir viljast alltaf klára toppliðið sem gefur Þrótti Nes möguleika að komast í efsta sæti. Já, fínasta blokk hjá Alexa. Hann er komið með 13 stig þessum leik. Net. Já, hann dæmdi bara sjálfur. Tuttugu og 17. Þá pressar Lúli uppgjöfuna, fínasta uppgjöf honum. Háurn hjá HK. Já, vel gert hjá Gísla. Lúli náði þessi bolti ekki. Það er í honum, en náði honum ekki. Þá er það Gísli í uppgjöf. Óöppinn, Gunnar Pálmi þarna. Gekk hann í sig á háurðinni. Fyrir Nökkvi Freyr í uppgjöf. Fyrsta skipti í leiknum. Fínasta uppgjöf honum. Gunni þurfti að teygja sig heldur langt eftir þessu. Þarna vantar að tala saman. Filip verður að kalla ef einhver annar á að taka hann. Hann vill fá boltan hátt upp í lofti. Þetta er vel gert hjá HK. Káa tekur leikhlé. HK búið að skora 4 stig í röð. Nökkvi Freyr með 3 uppgjafir, er að fara í sína 4.
Við ætlum að bjóða upp á hörkuleik hér á eftir. KA HK Mísúnadeild kvenna. Kvennaliðið sem stendur í öðru sæti reyndar með jafn mörg stig en einum færri spilaðan leik, þannig að þetta var lína, það sást langa leiðir. Hann var búinn að vera tæpur og hann var búinn að vera tæpur allar uppgjafarnar. Ég fylgdist vel með því og hann steig hann vel yfir. Sýndi spenni hérna að vilja fá þetta stigskráð á sig. Hann fær það ekki. Jæja, þá eru kvennaliðin byrjað að berjast og það er að hvetja liðin áfram, heyrist mest í þeim. Þá sjáum við Fúsi kominn aftur inn á og Lexi klára þennan leik með því að setja boltan í afturendan á rúlla. Vel gert hjá KA-vinum, taka þennan leik 3-0. Það var engu að síður mjög jafn leikur og bara skemmtilegur. Spurning hvort við hendum tölfræðinu upp. Þá er það stigahæstu menn KA eða stigaskorarar KA. Það er Lexi með 14 stig, Gunnar Pál með 9, Matteo 6, Benni 6, Filip 4, Hermann 3 og Gísli 3. Það eru gestirnir, það er Hilmir með 9 stig, Elvar með 9 stig, Janis 7, Lúli 6, Valens 6, Nökkvi Freyr 2 stig, þrátt fyrir að koma inn á þetta bara rétt undir lokin, Kristófer 1 stig. Þá er það tölfræðin fyrir þessa hrinu. Þar eru Smöss, KA með 9 Smöss skoruð, HK 4, KA á engan ás í þessari hrinu, HK hins vegar 2. Laumurnar, þar eru ein lauma á hvort lið, 4 blokkir á hvort lið. Þarna eru mistökin mjög jöfn, 11 mistök sem KA græðir á, meðan að HK fær 10 stig úr mistökum hjá KA. Það sem að HK fær 10 stig eftir mistök KA á. Og mesta forysta 6 stig hjá KA í þessari hrinu. KA fekk líka 7 stig þetta úr mistök úr uppgjöf sem heldur mikið úr þriðju hringi. Hérna eru allar 3 hrinunar. KA með 3 ása, HK 6, laumur 4 hjá KA á móti 5, 7 blokkir á móti 7 blokkum, mistök mótherja, þar fær KA 30 stig meðan HK fær einungis 25 með 5 stigum og þar eru 15 stig úr uppgjöf sem KA fær og HK 11. Lengsta stigarönn er 5 hjá KA, 4 hjá HK. Mesta forysta 6 sem var í þriðju hrynunni og HK með mestu forystu 2 stig. Og það voru engin spjöld í þessu leik. Þetta er bara glæsilegt. Þá bara þökkum við fyrir þessari útsendingu. Næsta útsendingu byrjar eftir bara rúman hálftíma eða svo. Kvennaliðinu er að gera sig klár hér niðri, þannig að ég þakka bara fyrir mig.
skrifaði í JavaScript eða? Hvað þetta í JavaScript líka? Þennan bannir? Er þetta hérna? Og hér er kóðinn. Já, en þetta. Getur skrifað hvaða thinking sem er hérna og sagt.